Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Við hjá Víkurfréttum höfum gert núna í 30 ár eitt svolítið skemmtilegt á hverju ári. Við veljum mann ársins, Suðurnesja mann ársins. Og það vill svo til að við erum staddir í Grindavík. Já, hjá björgunarsveitinni Þorbirni og slysavarnadeildinni Þórkötlu. Já, þau eru Suðurnesja menn ársins og við hefjum þáttinn í björgunarstöðinni í Grindavík og erum mættir með blóm. Slysavarnadeildin Þórkatla og björgunarsveitin Þorbjörn. Til hamingju með tilnefninguna, útnefninguna Suðurnesja menn ársins. Er þetta það stærsta sem þið hafið lent í, að fá eldgos í bakgarðinn á síðasta ári? Ég ætla að vona það. Það ekki til eitt stærra. Ég ætla að vona að verði ekki eitthvað stærra. En jú, þetta er náttúrulega stærsta verkefni sveitarinnar, held ég bara frá upphafi í svona eitt einstakast starf eða verkefni sko. Ég meina sveitin á sína sögu og er vel þekkt fyrir vissa hluti eins og flugvélatæki og annað dóteri sko. En þetta er jú, þetta er stærsta verkefni, það er veljur. En þið voru búin að vera í heilt ár svona jarðhræringar og voruð þið búin að búa ykkur undir þetta í alvörunni? Sko við segjum þá að við vorum náttúrulega mjög vel undirbúin sko. Það var allt klárt sko, það vantaði ekki. Og nánast beðið eftir gosi? Það var nánast beðið eftir gosi, en það sem að við áttum okkur ekki alveg á var kannski allt fólki sem að koma að heimsækja þetta sko. Það var það sem að skapaði vandamálin og allir þessi fólksfjöldi sko. Annars vorum við klárir í svona hvað sem er sko. Já, ég held að sé að alveg undirstrika að allt fólki, ég held að allir hafi komið. Og jú, en við unnum það bara fínt held ég. Unnum bara með því. Já, en þið áttu kannski ekki von á því að það kæmi svona mikið, að þetta myndi vekja svona mikið áhuga, að það kæmi svona mikið fólk. Ég held að við bara ekki fatta hvað þetta var nálægt okkur. Ég held að það hefði verið stærsta vandamáli hjá okkur, að við sjálfur kveikt á peruna að þetta eldgos er náttúrulega bara í bakgarðinn hjá okkur. Þannig að þar alveg er stutt fyrir alla að fara. Já, og þó þetta séu náttúrulega náttúruhamfarir, þá er þetta engar svakalegar hamfarir sko, með þá ösku eða einhvers konar flóði eða eitthvað slíkt sem að, þetta var svona hentugt gos. Hentugt gos, þokkalega aðgengilegt og það svona var kannski staða sem við vorum ekkert búin að spá í fyrir sko. Þið eru svona bakvarða sveitinni þegar ekki, fyrir björgunarsveitina? Getum við sagt það? Jú, við getum sagt það, það passar. Hver er svona starfsemin hjá okkur? Sko starfsemin okkar er aðalega að fjárafla fyrir björgunarsveitina, hefur verið það í gegnum tíðina. Og svo náttúrulega sjáum við líka að sinna slysavörnum hérna í bænum. Þannig að við höfum svo sem alveg komið víða við í okkar starfsemi sko. En fyrir tæpa ári síðan þá hófst eldgos hérna í Grindavík, ég veit þú veist af því. Já. Hvað gerðu konurnar í Þórkötlu þá? Herru, þá sáum við að gefa þeim að borða, sem sagt öllu björgunarsveitarfólki og lögreglunni og bara öllum sem komu að þessu gosi. Og vorum bara hérna með vakt, nánast vorum nánast allan sólarhringinn bara að sjá mat og taka á móti mat og elda og þetta bara snerist nánast mat. Þannig að þið í rauninni, getum við sagt að þið hafi bara nánast opnað mötuneyti bara sama dag og eldgosi hófst? Já, það má segja það. Það var mötuneyt uppi og ég veit til þess að það voru nokkrir aðalar sem slepptu í að fara heim að borða og fengu sér frekar að borða í mötuneytinu okkar. Það var það vinsælt. En það er samt magnað að með það tölu sem að þið hefur gefið upp og bæjarstjórinn er að þá var eldgosið mest sótti, við getum ekki beint sagt ferðamannastaður en svona, hálft í hvoru, mest sótti staðurinn á Ísland á síðasta ári. Og við verum átt okkur á því að Íslandi búið að vera hansi vinsælt núna undanfarin áratug. Þannig að áttu þið náttúrulega, eins og maður segir, gátu ekki dreymt þetta. Já, og við líka sko allavega þökkum fyrir það að þegar að byrja að gjósa 19. mars 2021 þá eru bara örfáir útlendingar á landinu, eða sérst örfáir ferðamenn á landinu og það í rauninni gerir það verkum og það var náttúrulega komið svolítið mikið
Íslendingum til að byrja með og svo breyttist það yfir í erlenda ferðamenn sem voru að koma til landsins sko. Ef það hefði verið sko, þetta verið á sama tíma 2020 eða kannski 2019 sko, þá veit ég ekki eiginlega hvernig þetta hefði farið sko. Það hefði bara lett í einhverju rugli sko. Ég held að borgir sig ekki spá í því einu sinni sko. Já, þetta... Bogi, getum við þakkað COVID þetta? Ég veit að þið þakkið COVID ekki mikið í ykkar starfsemi en þarna getum við sagt að COVID hafi verið búið að skrúfa niður. Já, sko eins leiðilegt og COVID með þetta sem eins og við séum að reyna að reka félagsstarf og maður þarf eiginlega að reka fólk úr húsinu. Þá var það, já, þetta í raun og veru var til þess að það varð ekki eitthvað major læti þarna í þessu með fólksfjöldan, sko. En lentuð í svona skringilegum uppákomum samt með hvað var að segja, gesti? Já, það var nóg til að því. Já, eitthvað? Nóg til að því. Men það var líka til alveg rosalega mikið að skemmtilegum augnablikki bara með fólki sem maður þekkti ekki neitt upp á fjalli og fólk svona almennt var bara kurteist við okkur, bara mjög kurteist. Þannig að það var svona skemmtilegast að vita. Það var svona, afbrigðilega heitinn og svo bara tengslinn sem maður svona var að mynda bara við þjóðfélagið í raun og veru. Maður var að kynnast Íslandi maður fyrir mann. En það var nú samt eitt þarna sem var nú kannski verðt að segja frá sko. Það var þarna ungur maður sem var frá Bretlandi að mig minnir, hann dröslaði þarna upp að góðstöðunum fyrstu dögunum sko trönum og stórum spegli og striga og ramma og alls konar og svo stilti hann speglinum og þannig að hann horfði á sjálfan sig og hann var í gamebúning og með svona kúlu á hausnum og horfði á sig í speglinum og málaði selfie af sjálfum sér og þegar hann var búinn að mála þetta þá reif hann þetta niður og setti þetta á dróna og flaug drónanum svo beint í gíginn og já það var eitthvað gjörningur eða eitthvað, ég ekki, bara maður skildi þetta ekki en þetta tókst honum að gera á 3 dögum að drösla þessu þarna upp og tilbaka aftur á hvernig degi. Fyrstu kannski vikuna var hansi mikið að gera hérna í björgunarsveitinni þannig að þið voru hérna, eins og maður segir, nánast bara, stóran hluta sólarhringna. Já, við vorum komnar hérna yfir bara 9 á morgnana og vorum hérna til 11-12 á kvöldin sko, og sáum til þess að það væri alltaf nógu matur yfir nóttina því það var náttúrulega vakt í húsinu hérna bara allan sólarhringinn í einhverja mánuði, þannig að við bara sáum til þess að það væri alltaf til nóga mat. Kaffi og brauð og heitur matur. Já, það var alltaf heitur matur bæði hádeginu og kvöldin og við náttúrulega sluppum mestmegnis við að elda sjálfar því að við fengum svo mikla aðstoð bara bæði frá fyrirtækjum og einstaklingum hérna í bænum og öðrum deildum í kringum okkur sem stóðu náttúrulega líka vaktina með okkur. Voru þær þá að elda út í bæ og koma með mat? Já, þær voru að elda inn í hérna deildin í Reykjavík og svo í Keflavík, elduðu fyrir okkur mat og komu með hérna til okkar sem við bárum svo hérna fram, þannig að við fengum mjög góða aðstoð bara alls staðar að sem betur fer því við hefðum ekkert getað gert þetta einar sko. Fólk var nú eitthvað að meiða sig, það eitthvað að fólk verið að brjóta á sér lappirnar, eða ekki? Eitthvað smá, svona 3 hver maður eða eitthvað. Já, sko, það allavega fullt af fólki sem slasaðist, en það var kannski ekki engin sem slasaðist alvarlega, það var einstaklingur hérna sem fékk til dæmis hjartaáfall. Það vildi bara útrúlega heppilega til hvar hann var staddur og þú veist þegar það kom upp sko, en að öðru leyti þá eiginlega höfum við sloppið með svona alvarleg meiðsl þó að vissulega það var nú einhverju sem bæði mjaðmagrindabbrotni og lærbrotni og eitthvað svona sko, en svona heilt yfir þá gekk það nokkuð vel sko, en það er auðvitað alltaf eitthvað að vera sko. Þetta var bara orðið svolítið röð á útköllum á tímabili en það var svo sem farið bara í samstarfi við alla sem voru að vinna þetta mál, lögregluna og bæjaryfirvöld og umhverfis og allir sem voru bara að vinna þessu máli og fundin lausnaði, skilur. Það var allt lagað bara til og svona hægt og rólega yfir eldgosið og ég sé að það var náttúrulega álag og svo svona þegar hlutirnir voru lagaðir, það var gert, göngustígarnir, það var merkt og við vorum mikið í fjölmiðlum, við vorum með áróður og svona fór þetta lagast, þá minnkaði alltaf álagið svona hægt og rólega yfir tímabilið sko. En það tók sinn tíma. Var á einhverjum tíma sem að var mjög erfitt ástand getur við sagt eða var þetta bara að rúla þetta svona allt í lagi eða hvað? Ég meina. Ég held að það hafi verið hann í byrjun ágúst
Það hafi nú kannski verið svona, framan af voru við mikið á svæðinu en það var þarna í byrjun ágúst þegar við fórum sko í 17 útköll á 12 dögum eða eitthvað og allt á sama staðinn þar sem að fólk var að renna og brotna illa. Það reyndi svolítið á mannskapinn sko, hitt var bara svona rúllað en þarna vorum við alltaf að fara í sama verkefni aftur og aftur og það var alltaf alvarlegt sko. En svo, eins og Bogi segir, svo bara þetta góða samstarf milli aðila sem tengdust þessu sem var til þess að þá var bara farið að gera eitthvað, þú veist, það voru settir upp spottar fyrst hjá okkur og svo fóru menn að gera stíga og laga til gönguleiðir og svona og þá bara hætti þetta. Það var bara mjög gott. Svona vandamáli við þetta var kannski það að eldgosið rann áfram og það fór alltaf yfir eitthvað sem við vorum búin að laga og gera og hægt og rólega tóka og náttúrulega aðgengi og veist, gönguleiðir og svona, veist, þannig að við þurftum alltaf að vera að vinna með það líka sko. Þannig að það hafðist alveg furðulega vel. Og úr varð síðan þessi fínasta gönguleið, það ekki? Þetta ekki orðin bara þessi fínasta gönguleið upp á Gossi? Fyrirverandi Gossi? Jú, svo eru 2 leiðir hérna sem eru í lagi, það er A-leiðin gamla og svo C-leiðin sem var gerð hérna í restina. Og þær eru báðar góðar og annur er svona návíð við hraunið aðeins en hinn er svona meira yfirsýnt. Það er bara skemmtilegt útivistarsvæði svona til framtíðar sko, það hefur verið vikið. Gerðu þið ykkur grein fyrir því í byrjun að björgunarsveitin Þorbjörn gæti ekki sinnt þessu máli ein sveitin per se, þið fenguð aðstoð frá fleiri sveitum? Já, sko, það var það sem við áttuðum okkur á þarna þegar stóri íbúafundurinn var og við settumst hérna að honum loknum upp í salinn hérna uppi og tókum samtalið við félaga var það að þá vorum við alltaf að horfa á að það myndi gjósa hérna við þorpið sko. En þá áttuðum við okkur á því að ef það færi að gjósa þá myndi björgunarsveitin ekki gera neitt. Við þyrftum bara að fara að koma okkar fólki í burtu og fara að sinna okkar fjölskyldum sko. Og það var alveg frá fyrstu skrefum að ljósta að við þyrftum alltaf að fá einhverja með okkur í lið sko. Það var... Já, við gerðum eiginlega alltaf ráð fyrir því bara. Já, það var bara alltaf unnið út með frá því sko. Hvað fenguðu mikið af fólki með ykkur í? Björgunarsveita fólki bara sveitum hérna allt í kring eða? Já, náttúrulega félagar okkar hérna á Suðurnesjum voru náttúrulega öflugastir í að hjálpa okkur í þessu og stóðu vel við bakið okkur allan tíman. En ég man nú ekki töluna, þetta eru 1200–1300 manns björgunarsveitarmenn að öllu landinu sem komu heilt yfir í þetta verkefni sko. Það er alveg frá Ísafirði, Vopnafirði, þannig að það koma alls staðar að sko. Það er bara, þetta er bara það sem björgunarsveitarmaðurinn gerir, við svörum bara kallinu hvar sem á landið það er bara þannig. En hvað þurfti þá formaðurinn að vera með fína Excel-skjalið á fullu, var þetta ekki mikið skipulag eða er það bara allir út? Það var bara plúsin við þetta að stjórnkerfið okkar er bara, vill ég meina, bara það þróað í dag að það er bara, það svæðisstjórnarskipulag kemur bara inn og tekur yfir í raun og veru þessa vinnu og bæði starfsmenn hjá félaginu og svæðisstjórnin fara bara að vinna þetta mál þegar maður biður það og svo bara skrá menn sig inn og annað og dóttir og það bara fara að rúlla þetta á stað og við þurftum svo sem ekkert eitthvað mikið kannski hafa afskipt af því og við vorum alltaf með okkar álit á ýmsum hlutum en við náttúrulega bara syndum okkar sveit og þeim verkefni sem við ákveðum að vera í raun og veru var að vera staðkunnir og tilbúnir í viðbragð í þessi meiðsli og annað og hinir tóku þungan á okkur. Og voru þetta vaktir allan sólarhringinn á tímabili? Já, tímabili, já, þá var allan sólarhringurinn. Já, ég held að fyrstu dagana vorum við með sko meira en 100 manns á sólarhring sko á ferðinni sko. Veist, bara, þetta er ekki smá tölur sko. En þá var náttúrulega Suðurstrandarvegurinn lokaði þannig rétt fyrir gosið því að hann skemmdist í jarðskjálftanum og það gerði þetta miklu flóknara og svo þetta var ekki hægt að keyra þannig að þá færðist umferðin nær bænum og þá var fólk að ganga lengra og þá var engin bílastæði og svona bara eðlilega og þetta tók svona fyrstu 2 vikurnar voru svolítið svona krítiskar í þessu sko. Það lagaðist mikið eftir að umferðin komst á Suðurstrandarveginn sko. Líka bara fyrir bæinn þetta umhverfi sem skapaðist í kringum þessu umferð og annað skilur. Þetta bara
Já, það var bara, já, þetta var svona svolítið öðruvísi. Það er bara hægt að segja það. Stórt verkefni sem þið hérna í Þorbirni hefur verið að takast á við síðustu vikur, það er þetta óvissu ástand út af landrisi og hugsanlegu eldgosi. Þetta hlýtur að hafa verið mikil vinna fyrir ykkur. Já, það er búið að fara nokkru klukkutímar í þetta. Það er, við erum búin að taka þátt í þessu náttúrulega frá degi 1 og við eigum stóra þátt í að vinna í þessari rýmingaáætlun og annað og náttúrulega ásamt öðrum viðbragðsaðilum og með gríðarlegri aðstoð eins og maður segir frá Reykjavík og annar staðar og aðgerðarstjórnendum og við höfum þetta bakland sem við höfum er bara svo stórt og mikið. Björgunarsveit þarf náttúrulega mikið af tækjum og tólum og svona. Hvernig eignist þið þetta allt saman? Í gólfklofunum eiga allir sína kylfur sjálfur. En jú, það þarf að slá. En þetta var auka, sko, hvað segið þið með græjurnar ykkar? Já, það er náttúrulega bara bæjarfélagið og fyrirtæki í kring sem eru þau sem að sjá til þess að við séum starfsæk. Raun og veru. Það er þessi svona velvild í samfélaginu auðvitað sem skiptir máli og það er við seljum flugvilda og við seljum neðakall og fleira og það er það sem að færi okkur tekjur til þess að kaupa tæki og tól en það er svo að því að við myndist á golfið sko að þá þurfum að björgunarsveitamenn allavega eins og að kaupa gallan sinn sjálfir og hjálminn sinn og svona og það auðvitað er töluverður útlægur kostnaður í því en það er bara eðlilegt en það sem að kannski kom núna í eldgosinu það sem við svona gerðum ekki alveg ráð fyrir það var þetta gríðarlega álag á tækjakost og fatnað sko. Við til dæmis bara þegar við erum búin að vera í eldgosinu í mánuð þá eru allir skór búnir hjá félagsmönnum. Þá þurfti bara sveitin að fara að kaupa skó handa öllum sko því að þetta var orðið hálf kláralegt sko. Það var bara búið sko. Og bara búnaður í bíl og bílarnir sjálfir orðnir slitnir og þetta einhvern veginn þetta tók vel á sko. Já, við náttúrulega bara viðhald á tækjum jókst bara sem dæmi þá fóru 5 loftdælur kringu jeppana. Brennt úr sér. Er ekki erfitt að fá ungar konur í þetta? Jú, það hefur verið svona strempið núna í seinni tíð. En áður fyrir var þetta mikið vinsælla. Í dag er náttúrulega hafa ungar konur svo mikið að gera að það leyfa sér bara kannski ekki svona sjálfboðavinnu. En ég hvet þær til þess að koma í þetta því þetta er bara virkilega gaman. Skemmtilegur félagsskapur? Já, bara frábær félagsskapur. Ef að þið horfið aðeins tilbaka þetta ár sem er svona bráðum að vera liðið frá því að gosið hófst. Þó sé nú ekki búið að gjó, því var nú formlega svona aflýst gosinu núna einhvern tíma seint á árinu 2021. Er eitthvað, þegar horfið tilbaka, er eitthvað sem að þið hefðu átt að fara í baksýnisspeglinum sem við hefðum átt að gera þetta aðeins öðruvísi? Er eitthvað sem að þið hefðu geta gert öðruvísi eða betur að ykkar mati? Já, sko, eina sem ég hefði viljað geta kannski gert betur í kringum þetta starf var það að vera ekki með COVID og svona kannski velunna fólki í sveitina betur fyrir sína vinnu og teki svona fleka meiri hittinga með því og annað smá meira fjör. Já, svona smá meira svona pepp. Skemmtilegt, já. Já, en það er bara eitthvað sem við þurfum að býta í það súra epli og að vera ekki með félagsstarfið alveg 100% með það að gera sko, að hluta til sko. Já, og frá því síðasta haust er búið að vera alltaf á leiðinni að gera eitthvað en svo er alltaf eitthvað takmarkanir og maður svona er ekki hægt að setja sveitina í hættu, þú veist, að allir verði náðu sér í COVID eitthvað, þannig að það er alltaf að vera að fresta þessu og ekkert gert. En eins og segir ég var svona hálf aflýst á síðasta ári en ég var hálf sett á aftur á nýja ári, eldgosið. Þannig að veist, við erum alltaf með þetta svona hálf hangandi yfir okkur að við getum allt í hennu verið komnir bara í sama pakka strax aftur sko. Þannig að við erum bara svona ámar að segja gíslingu af eldgosi. Eldfjalli heldur okkur svona bara í bænum og svo COVID og það og þetta dóttir í sko. Þetta er bara erfitt að reyna að hrósa mannskapnum. Við getum verið þannig eins og staðan er í dag. En maður getur alveg gert það í orðum og sagt að þetta félagsstarf og þetta félag og þetta
fólk sem að vinna hérna búið að gera alveg óeingert starf og við bara alveg skilið vel hrós fyrir það. Og það ekki bara, það náttúrulega eru kallar og konur í björgunarsveitinni, en svo þið með bakvarðarsveit sem er Þórkatla, slysavarnadeildin og það þarf nú að fæða þennan mannskap þegar að störfu. Já, sem þeir gerðu náttúrulega bara einstæðri snild og sama þar, það má ekki gleyma að þakka þeim fyrir það og hérna þær eru bara, og þetta bara sama, það félagsstarf hjá þeim og þetta bara og sama, það kom COVID inn í það og þá þurfti að fara að takmarka hérna umgengni á húsið og Já, það samt sko, það þetta sem skiptir svo miklu máli í þessu starfi, það að þegar það byrja að gjósa og við förum úr húsi og erum eitthvað að versnast í þessu, þá líður bara örstuttur tími þar til það konar fleiri björgunarsveitir að hjálpa okkur og við komum tilbaka og þá allt hérna bara búið að elda og það allt hreint og fínt hérna og tekja vel á móti okkur í húsinu og fara að borða og svona og svo fór maður bara heim og hvíldi sig og svo kom næsti dagur og næsti dagur og næsti dagur og þetta var alltaf eins, það var alltaf fólk til þess að og þeir slysavarnadeildin í Þórkötlu alltaf klárar að taka á móti okkur einhvern veginn og hugsa um okkur og þetta var bara alveg geggjað sko, það er alveg frábærar. Það er eiginlega ekki hægt að lýsa hvað það er þægilegt. Ég spyr nú svona þegar þú segir að sumir hafi viljað borða hérna heldur en að fara heim. Var eitthvað eitt vinsæll en annað hjá ykkur? Var eitthvað einn björgunarsveitar réttur? Herðu, já, það mætti segja að pulsurnar hafi verið ansi vinsælar. Þó það sé nú hálf fáránlegt að segja það. En ég held að hafi runnið í gegn svona hátt í 3000 pulsur á þessum tíma. Þannig að þær voru ansi vinsælar. Það voru alltaf pulsur og svo var einhver annar kvöldmatur við hliðina. En pulsurnar voru yfirleitt forrétturinn og svo var aðalrétturinn. Þægilegt að henda upp pulsupottinu og sjá að þeir voru komin með græjur í það. Akkurat, við eigum pulsupott og meira þess að 2, þannig að þær voru ansi vinsælar pulsurnar. Og Grindavíkurbær og fyrirtækin hérna í Grindavík, Bogi, hugsa hlýtt til ykkar? Já, þau hafa alltaf gert það. Þau hafa alltaf verið rosalega góðir bakhjallar á okkur. Bæði verkalýðsfélögin og bæjarfélagið og fyrirtækin, sjávarútvegsfyrirtækin hérna líka og annað, þetta bara, við kunnum náttúrulega óendanlega að meta það. En á þetta ekki eftir að hjálpa Grindavík á Íslandi? Það er alveg ljóst að miðað við þetta sé mest sótti staður á Íslandi og það hefur verið að tala um einhverja milljarða sem að umfjöllun og auglýsing af þessu er metin á. Jú, þetta var náttúrulega að vinda upp á sig. Þetta var gaman að sjá hvernig sumarið verður í traffíkina með bara að fara að koma að skoða hraun, skilur við. Ekki það að við erum búin að horfa út það áttum klukkan hérna allavega. En það er bara... Fyrir aðra? Já, fyrir aðra er þetta náttúrulega nýtt. Þetta er bara svo að ég fyrir erlendis og sé ég tré og ég segi vá. Veist, skilur við, þetta er svona að þetta gæti alveg verið góð aðdrátta fyrir Grindavík, sko. Það er bara... Þetta hjálpar alveg helling sko. Það sem er kannski vandamálið eins og núna er að það er svona líklegra en ekki að eitthvað gerist þarna aftur og það er auðvitað fullt af fólki hérna að þvælast og mikið af fólki, bara á gamlástaf fórum við í útkalla sem að fólk hafi labbað yfir nýtt hraunið og hvað svo sko, þú veist hvað endar þetta? Við vorum allavega, eins og ég sagði áðan sko, það er engin alvarlega slasaður að látin sko hinga til en það er stutt á milli þegar það er stutt í að eitthvað gerist kannski eða eitthvað getur gerst hvernig sem er, stór jarðskjálfti eða eitthvað annað. Þetta er bara eins og þetta er náttúrulega heitt svæði og ef það fer eitthvað á stað þá er náttúrulega munurinn á því núna, ef það færi núna og síðast, stæðsti munurinn að í byrjun var ekkert fólk á staðnum. Nú er fólk á staðnum. Og það gerir það mun erfiðar fyrir okkur að ætla að rýma þetta svæði. Því að við getum ekkert bara hallað í eina átt og allir detta þangað. Sko. Þetta er erfitt að fara yfir og það er erfitt að gera hlutina þarna, eins og ég sagði, eldgosi tók á okkur fullt af leiðum til að keyra þarna um. Þannig að það er svona stærsta áskorunum verður ef þetta skeiður aftur. Það er mér þetta spurningin mín. Er þið með núna annað plan ef það fer að gjósa aftur? Já, það heitir að gera sitt besta bara. Held ég að sé eina leiðin til þess að útskýra það plan því að jú, það er verið að senda SMS skilaboð. Það er náttúrulega verið að fylgjast með. Við erum sjálfir náttúrulega alltaf að fylgjast með og kortleggja leiðir og annað og við bara, það verður bara að vera, vonandi er það bara þá eins og traffíkinu núna, það er svona
9 á mótna til 4, þannig hvort þetta fyrir 9 eða eftir 4, það er bara fínt. Þannig að það fólk að koma hérna búið að vera þokkalegur straumur. Já. Við bara, þú veist, vonum að ef það byrja að gjósa aftur, þá gerist það bara á sama stað og þá er þetta bara voða þægilegra eiga við það. En þetta verður alltaf áskorun, sko. En það er svo bóið sér, það er bara að gera eitthvað besta og það er bara verður svo komið ljós. Hvernig upplifirðu tilfinningu bæjarbúa fyrir þessu? Gosinu, jarðhræringar, ekki gos eða hvað er að gerast? Þetta er náttúrulega búið að vera erfiður tími fyrir suma, sko. Ég veit það alveg eins og í kringum mig að það eru sumir bara drullur hræddir við þetta. En svo er það bara þannig, við búum bara á svona svæði og við verðum náttúrulega bara að standa á og lifa með því. Það er bara svoleiðis, en þetta er erfitt fyrir suma, það er bara svoleiðis. Fannar, þá er það að segja að björgunarsveitarfólk í Grindavík standi vel undir því að vera menn ársins á Suðurnesjum, hjá Víkurhjörtum og líka hjá Grindvíkingum. Já, þetta eru náttúrulega algerar hetjur þetta fólk sem að skipar björgunarsveitinni hjá okkur hefur lyft alveg grettistæki og verið í framvarðarsveit björgunarsveit á Íslandi svo mánuði skiptir og að verða náttúrulega 2 ár. Þannig að þetta er afskaplega vel til fundið og eiga fyllilega skilið þessa nafnbót. Leið við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út vikulegt héraðsfréttablað sem að dreiftir frítt öll Suðurnesin og að sjálfsögðu aðgengilegt á netinu. Við erum að skrifa fréttir á hverjum degi á Víkurfréttavefinn www.vff.is og nýjar golffréttir á kylfingur.is. Það er við hæfi að enda þáttinn á frábærum myndum frá öðrum Grindvíkingi. Við erum búin að vera að tala við Grindvíkinga í þættinum. Okkar maður Jón Steinar Sæmundsson fór með drónan í vonda veðrinu. Já, fyrir ofan Brimketil sem er vinsæll ferðamannastaður. Og sjáu þessar geggjuðu myndir. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.